Mörg okkar þekkjum við það að það má skipta Biblíunni í tvennt, í Gamla testamentið og Nýja testamentið. Og þá er Gamla testamentið þau rit eða það hluti Biblíunnar sem er skrifað áður en Jesús kom og Nýja testamentið það sem er skrifað eftir að hann kom. Við þekkjum öll þessa skiptingu en þessi skipting er í rauninni bara skipting á því hvenær ritin eru skrifuð, ekki megin skipting boðskapar Biblíunnar. Því boðskapar Biblíunnar er ein heild. Já, það er að segja, það má reyndar skipta boðskapnum í tvær tegundir boðskapar. En sú skipting nær gegnum alla Biblíuna. Og þá getum við í öðru lagi talað lögmál Biblíunnar og hins vegar talað fagnaðarerindið. Lögmálið, það eru öll þau vers og allt það sem Biblían segir okkur mennina og hvernig við erum. Og lögmálið það sýnir okkur synd mannana. Við getum byrjað í 1. Mósebók kafla 3 sem talar það hvernig maðurinn fjall í synd og varð syndugur. Eða við getum haldið áfram í boðorðin 10 í 2. Mósebók í kafla 20. Við þekkjum þau mörg okkar, þú skalt ekki aðra guði hafa, 1. boðorð, þú skalt ekki morð fremja, 5. boðorð, þú skalt ekki stela, 7. boðorð og þú skalt ekki bera ljúgvitni gegn náunga þínum, 8. boðorð og svo framvegis. Eða við getum haldið áfram í Matteusarguðspjall í 22. kafla þar sem við heyrum tvöfalda kærleiksboðið. Þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta, af allri sálu og af allum huga og náunga þinn eins og sjálfan þig. Tvöfald kærleiksboðið, þú skalt elska Guð og náunga þinn og við hugsum kannski ekki einu sinni það sem boðað vegna þess að þetta er nú jákvætt að við eigum að elska og sýna ást. En það er samt sem áður Biblían sem segir okkur hvernig við eigum að vera og þar af leiðandi fellur það undir lögmálið. Eins getum við lesið áfram í Nýja testamentinu í bréfum Páls þar sem segir okkur hvernig söfnuður Krists eiga að vera. Allt þetta er lögmál því það talar til okkar hver við erum, hvað við eigum að gera og dæmir okkur jafnvel fyrir að gera ekki eins og við ættum. Nú í Nýja testamentinu og í Gamla testamentinu, að sjálfsögðu, er líka að finna fagnaðarerindið. Það er öll þau vers sem tala Guð, hann einan og hvað hann hefur gert fyrir okkur. Við getum að sjálfsögðu talað sköpunum og allar þessar góðu gjafir sem Guð hefur gefið okkur í sköpun sinni. En við getum að sjálfsögðu líka haldið áfram í Nýja testamentið og skoðað það sem að Jesús hefur gert fyrir okkur, að hann dó á krossinum okkar vegna. Og það eru auðvitað kjarni fagnaðarerindisins. En síðan er ekki alltaf þannig að það er auðvelt að taka eitt vers úr Biblíunni og ákveða er þetta lögmál eða fagnaðarerindi. Og til dæmis sagan píslari Krists eða pínu Krists, það er að segja að hann var handtekinn, hann var tekinn fram fyrir dómstól og dæmdur til dauða, hann var sleginn og hann var misþyrmt og skyrpt á hann og hann var smánaður og að lokum dó hann á krossinum og síðan náttúrulega fylgir það að hann reis upp frá dauðum á 3. degi en það er auðvitað mjög klárlega fagnaðarerindið. En þessi píslarsaga, það að Jesús var píndur og honum misþyrmt, þetta er nefnilega hvort tveggja. Hér kemur fram afleiðing syndarinnar og hver eru laun syndarinnar og hvað afleiðingar syndarinnar er sem það að við eigum allt þetta skilið. Þannig að það talar til okkar, þetta er það sem við eigum skilið, það sem Kristur gekk í gegnum. En á sama tíma er píslarsaga Krists ekki saga okkur, heldur saga Krist og hvernig hann tókst á við syndina og hvernig hann sigraði hana okkar vegna og fyrir okkur. Og þess vegna er þetta líka fagnaðarerindi. Það segir okkur hvað við eigum skilið, en sagan segir okkur líka að það er Kristur sem hefur borið þetta allt saman. Og þannig má skipta boðskapi Biblíunnar í tvennt, það er að segja lögmálið sem talar okkur og sýnir okkur synd okkar og fagnaðarerindi sem sýnir okkur Krist.